Góða kvöldi öllsömmul og verið hjartalega velkomin. Við ætlum að hefja þessa stund með því að lóta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund og vera með okkur. Við biðjum þig þinn heilagan anda að með leið okkur og vera með okkur. Við biðjum þig að vera með öllum þeim sem eru hér komnir saman í kvöld, þeim sem kunna vera á leiðinni, þeim sem eru að fylgjast með á netinu og þeim sem ekki gátu komið í kvöld. Kæri Faðir, við biðjum þig enn og aftur að þú megir blessa John Harry þegar hann tala til okkar og okkur öll í Jesú nafni. Amen. Ég minni á ef að einhverjum vantar biblíur, þá eru biblíur hérna aftast, bæði á íslensku, ensku og spænsku. En við skulum bara syngja þema salmin okkar, Gefðu gætur að Jesú. Þá ætla ég að gefa tíman yfir til hans John Harry. Good evening and welcome everyone. Góða kvöldi og verið öll hjartalega velkomin. Thank you for coming this evening. Og takk fyrir að koma hérna í We kvöld. are in our 14th night, Þetta 14. kvöldið 14th topic. og 14. efnið And we praise God that He has brought us thus far. og við lofum Guð fyrir hann hefur komið okkur svo langt eins og við It's erum komin. been a blessing studying the Word of God with you. Það hefur verið mikil blessun að læra í Guðs orði með ykkur And I can assure you it's not only you that is growing, I'm growing. og ég get líka sagt ykkur það að það ekki bara þið sem að vaksa, ég líka að vaksa. Not in heights, Ekki í stærð but in my knowledge and understanding of the Word. en í þekkingu og skilning á And orði not only Guðs. that, but also in that saving relationship with Jesus. Og ekki bara í orði Guðs, heldur líka í þessu sem að frelsandi samband If við you think Jesú. you are blessed, Ef að þið telji ykkur vera blessuð, the Bible said it's a blessing more to give than to receive. og þá segir Biblían að það meiri blessun að gefa en að taka á móti. So it's been a blessing and a privilege for us and the team to be here to be sharing the Word of God with you. Og það hefur verið blessun fyrir mig og fyrir teimið sem hér á landi að deila með ykkur orði Guðs. We wish and we pray that there would be more. Við óskum þess og við byggjum þess að vera jafnvel fleiri, And so we are praying. svo við byggjum We are doing what we're able to do. og við gerum það sem við getum gert. But those whom God had prepared, we believe. En þeir sem Guð hefur undirbúið, þá trúum við. Those of you that are here, Þið ykkar sem eru hér, the Word of God says, I will no wise cast out. og orð Guð segir, ég mun engum kasta út. So thank you again for coming. Svo við þökkum And kærlega fyrir komuna please bring somebody with you tomorrow. og endilega takk ykkur með þér á morgun. It's not your friends, not your neighbors, Ef ekki vinið þína eða your nákvæmna family. eða fjölskyldu, but perhaps an enemy. þá getur þú kannski tekið óvinn með þér. We're diving to another topic this evening. Við ætlum að skoða annað efni í kvöld And again, we're going to go and find out about God's love, og við ætlum að læra meir elsku Guðs, kærleika Guðs specifically the power of God's love og kraftin í kærleika Guðs and the two marks. og svo tvö merkin. Let's bow our head for a word of prayer. Við skulum lúta höfði í bæn. Mighty God and everlasting Father,
Mátti Guð og Again, eilíður faðir, it's been a joy and a blessing aftur þá hefur þetta verið to mikið be gleði studying your word with your people. og blessun að vera að læra orðið þínu með fólki þínu. Lord, you have spoken to us night after night. Drottinn, þú hefur talað til okkur kvöld eftir kvöld And this evening, Father, please disappoint us not. og við byggjum því að gera okkur ekki vonsvikinn í kvöld. If there's anything in our hearts, mind, midst, lives Ef það eitthvað í lífi okkar that will hinder your still voice sem hindrar það að við heyrum þína to hljóðlátu rödd, break forth að hún ná í gegn and your Holy Spirit to be poured upon us, og að þín heilaga andi verið útelt yfir okkur, please remove it, for we cannot remove it ourselves. þá byggjum við því að fjarlæga því að við getum ekki fjarlægt það sjálf. Forgive us and cleanse us, Fyrirgefa okkur og hreinsað okkur and speak to us this evening og mæl til okkar í kvöld. that as we have an encounter with you, Og þegar við hittum þig, we will leave this place að við megum fara hérðan filled by your presence. fyllt af þinni nærveru. In Jesus' name we pray. Í Jesu nafni byggjum við. Amen. Amen. All right. God's love. The power of love. Kraftur kærleikans. Notice what it says here. Supreme love for God and unselfish love for one another. This is the best gift that Heavenly Father can bestow. Eh, Ofur kærleikur fyrir Guð og ósjálfselskur kærleikur fyrir hvern annan. Þetta besta gjöfin sem við getum gefið okkar himneska föður. Eða sem okkar himneski föður getur gefið okkur. This love is not an impulse, Þessi kærleikur ekki hvatvís, but a divine principle, heldur guðleg meginregla a permanent power. og varanlegt vald. This love, Þessi kærleikur, cherished in the soul, og ef þessi kærleikur hérna, sweetens the life ef það haldið utanum í sálinni, þá and sheds a refining influence on all around. gerir hann lífið sætara og gefur góð áhrif allt í kringum. The power of love. Kraftur kærleikans. The question is, how does love do it? Spurningin hvernig gerir kærleikurinn? All right. Remember, I've read this to you before in the earlier nights. Ég las þetta fyrir ykkur áður. He who created the mind and ordains its laws provided for its development in accordance with them. Sá sem skapaði hugan og bjó til lögmál hans, hann hefur líka gefið tækifæri til að fyrir að þróa hann í samræmi við hans lögmál. So again, the question is, how does love do it? En spurningin hvernig gerir kærleikurinn það? I'd like to suggest tonight Mér langar til að stinga upp á það í kvöld is through oxytocin. að það sé í gegnum oxytocin. The multitasking neuropeptide hormone enhances when one loves and feels love and improves our mental health and function. Og þetta hormón, oxytocin, kallað ástarhormónið, það lætur okkur finna meira fyrir kærleik og væntum þykju þegar við upplifum hana og bætir okkar andlega geðræna helsu og starfsemi. We are created Við erum sköpuð the image of God. í ímynd Guðs God is love. og Guð kærleikur. And when He created us, Og þegar hann skapaði okkur, He created us with this ability þá skapaði hann okkur með þennan hæfileika to love, til að feel love, gefa kærleika og til að finna and to fyrir maintain kærleika. that Væntum þykju. mechanism, Og til að halda þessu gangandi, I believe through oxytocin. og hann gerir það með þessum hormóni oxytocin. Let's continue. Við skulum halda So áfram. what is oxytocin? Hvað oxytocin? It's a neuropeptide hormone Þetta hormón produced in the hypothalamus, og það búið til í undir stúkunni released by the pituitary gland, og það heiladingullinn sem losar þetta hormón and it plays a role og það spilar in hlutverk social bonding, í samfélagslegum sexual reproduction, samböndum, í kynlífi, childbirth, við barnsburð, and the period after Og- the childbirth. líka á tímabili eftir barnsburð. It was discovered in 1906 by this guy Henry Dale, Og Henry Dale uppgötaði þetta hormón árið 1906. and this is the molecular structure. Og þetta hvernig þetta byggt upp, þetta hormón. So
I had a colleague whom I went to neuroscience school with, Og Thomas Baumgartner. Og Thomas Baumgartner sem ég starfaði með, We were classmates at the University of Zurich School of Neuroscience. við vorum líka bekkjarfélagar í háskólanum í Zurich. And so he became the director of the neuroimaging facility at the University of Zurich Hospital. Og hann var yfirmaður yfir taugamyndatöku, ef ég skildi það rétt, í spítalanum, háskólanum í Zurich. 7 years ago, I gave him a call to congratulate him. Og fyrir 7 árum síðan þá hringdi ég hann til að óska honum til hamingju. And then he told me about his work. Og þá fór hann að lýsa því hvað hann að And gera. he's looking at different hormone and peptides in the brain. Og hann var að líta á mismunandi hormón og peptide sem eru byggingarefni frumna. And so I asked him, Og ég spurði hann, I'm just curious, ég er bara forvitin. do you have patients Ert þú með sjúklinga that trust so much people even though they are betrayed? Ertu með sjúklingar sem að treysta fólki jafnvel þrátt að þeir hafa verið sviknir? And he says, yes, he's looked at those patients. Hann sagði, já, ég er með svoleiðis sjúklinga, ég athugaði með þá. And so I asked him, would you mind looking at the neuropeptide, oxytocin in their brain? Og I'm just curious. gætirðu athugað hvort að það sé oxytocin í heilanum hjá þeim? And so he did, Svo hann gerði það, and it's right here, og það er þarna, abundant, in those patients specific that continue to trust although they are betrayed og þetta var í ákveðnum sjúklingum sem by höfðu the verið, people around them. sem héldu áfram að treysta, þrátt fyrir að þeir hefðu verið sviknir af þeim sem voru í kringum þá. And digging more into their background, I asked, could you please find out all the details that you can about these people? Og ég baði hann að finna að spurja meira út í bakgrunn þeirra, And I mean, he's not a religious guy. og hann er ekki trúaður maður, And he said to me, interestingly, they're all Christians. og hann sagði að það er áhugavert en þau eru öll kristin. Okay. He says, they're abundant here in the dorsal striatum and amygdala. Það er mikið af þessu magni í möndlunni og dorsal striatum. So the reason why I asked for that for him to look into that Og ástæðan fyrir ég fór að biðja hann að skoða þetta 7 years ago fyrir 7 árum was síðan because of this publication 8 years ago. var út af þessu sem var gefið út fyrir 8 ára síðan. Miss Rani published in this journal Misrani, hann gaf út í þessu that the réttindarriti release of oxytocin að þegar að oxytocin er sleppt, enhances emotional and social behavior. að það styrkir tilfinningarlega og samfélagslega hegðun, And consequently, people are more happy, more trusting, and they have a very endeared maternal behavior. og það veldur því að veldur gleði, það veldur trausti og það veldur líka einhvers konar móðurlegri ást eða kærleika til. Central release of oxytocin also leads to improved cognition, Og þetta hefur líka áhrif á rökhugsun, memory formation and consolidation is enhanced. að vista minningar og að draga saman, þetta bætir getu til þess. And it's also known to improve psychiatric conditions in the case of stress, anxiety, this is fear, and autism spectrum disorder and schizophrenia. Og hefur jákvæð áhrif á þessa sjúkdóma eða streitu, kvíða, ótta, einhverfu og geðklofa. So now, interestingly, look at this data. That's from Wendy Cousin and Christian Everard from UC Berkeley. Og hér sjáum við mynd sem að Wendy Cousin og Christian Everard frá Berkeley háskólanum This is tóku. in a mouse, Þessi mynd er tekin that's young. úr This is tissue, mús. muscle tissue, Þetta healthy muscle tissue. Þetta er vöðva, mynd tekin úr miðjum vöðva í mús. This is the older muscle tissue. Fyrsta myndin er ung mús og svo í miðjunni er gömul mús. And this is the old muscle tissue with oxytocin. Og þarna er vöðva, mynd tekin úr vöðvum
það sem er gömul mús en hún búin að fá oxytocin. Even the muscles are improved Jafnvel vöðvanir, by the neuropeptide hormone oxytocin. þeir virkjaðir og gerðir öflugri með því að virkja oxytocin Here is hormónið. another one, and this is published in 2018 as well. Og þetta var líka birt árið 2018, How oxytocin is effective in the treatment of bipolar disorders. hvernig oxytocin hefur jákvæð áhrif á meðferð við bipolar Also borderline personality disorders. og líka fyrir mismunandi Notice fólk með the effects, it promotes trust and cooperation, og þessi rannsókn komst þeirri niðurstöðu að þetta ýtir undir traust og improves the samstarf social cognitive abilities, og bætir samfélagslega eða samskipta hæfni. and in this border personal disorders, patients have deficits in social and cognitive function. Og það vegna þess að þessir sem eru með, þetta I'm trying to translate border personality disorder. Já, það bara að tala borderline, sko, með marga persónuleika jafnvel, eða röskun, persónuleika röskun, að þetta hjálpar þeim með samfélagsleg samskipti. Og það það sem þeim skortir líka, þannig að þess vegna var þetta áhugavert. Perhaps one of the reasons as to why oxytocin works on some of these disorders Og það gæti verið ástæða þess að oxytocin virkar á þessar, hvað maður segir, sjúkdóma eða þessar, já. can also be shown here because oxytocin improves behavior, ameliorates oxystress and inflammation. Og það hægt að útskýra þetta líka með því að oxytocin, það bætir hegðun, það bætir minnkar þetta oxystreitu og minnkar líka bólgur í líkamanum. And specifically, this has been studied in the hippocampus, Og which is þetta a brain region involved with learning and memory. Þetta hefur verið sem sagt, já, rannsaka sérstaklega í hippocampus Hippocampus, yes. sem sér minnið. And also in amygdala, which is involved with emotions and fear and social. Og í agmöndulunni eða möndlunni sem stýrir tilfinningum og ótta. So it seems to play a role with reducing oxidative stress and anti-inflammatory. Svo þetta minnkar þetta oxiderandi stress og líka bólgu. So look at this one. The role of endogenous oxytocin in object recognition memory in mice. Og hér sjáum við hlutverk oxytocin í því hvernig mýs geta munað hvernig hlutir hvernig mýs geta munað það. So here the mice is injected with oxytocin Svo að músin gefið oxytocin to activate the neurons, specifically, the oxytocin neurons. og það gert til þess að virkja þessar taugar, oxytocin taugar. And so they have better noble object exploration time. Og þannig gáttu voru betri í að there was greater novel. I will show you the experiment. Já. For example, if you expose a mouse Og hann ætla bara að sýna okkur hvernig þessi tilraun gerði. Ef þú sýnir mús to an object, einhvern hlut, okay, it's been exposed to that object, músin hefur séð þennan hlut áður and then you introduce another object, og svo sýnir hann annan hlut, they will spend more time in a new object than the old object. þá munið þið verja meiri tíma með nýja hlutnum heldur en með gamla hlutnum. And that's why it says noble object exploration time. Og þess vegna segir að þetta sé meiri tími við að skoða. And then when you remove the brain of that animal, Og svo þegar heilin tekin úr, you will see the greater activation of oxytocin neurons in the, especially in the paraventricular nucleus, in the brain cell. já, þá sjáum við það að þessi virkun, oxytocin virkun, þessar tauga, hefur þau áhrif where oxytocin is heavily expressed.
Og það hefur sérstök, og það sést þessi áhrif á það sem að oxytocin virkar mikið. So here, I said, all you need is God's love. Allt sem þú þarft kærleikur Guðs. Because when there's oxytocin production, Því að þegar að það verið að framleiða oxytocin, it helps you to be more joyful, það hjálpar okkur til að vera glöð, positive outlook in life. að við höfum jákvætt á lífið, It helps your cognition, það hjálpar heilastarfseminni and it helps your basic mental function. og bara heilastarfsemin sem tengist geðheilsu. So the question is now, how do we stimulate oxytocin naturally? Svo þá er spurningin, hvernig getum við virkjað oxytocin náttúrulega? Stimulate oxytocin naturally by exercise. Við getum gert það með hreyfingu. Second, make the effort to get social. Við getum virkjað okkur meira í því að vera í samskiptum með fólk, Door to door, með því að door fara knocking. að ganga í hús. You're afraid, but you're good for your brain. Það er kannski eitthvað sem maður hræddur við, en það er gott fyrir heilan. Have more contacts with people in the church by attending church services and programs. More small groups. Já, með því Bible studies. með því að hitta fólk í kirkjunni, með því að lesa saman í smáum hópum í biblíunni til dæmis. And according to my friend Baumgartner from University of Zurich, love more. Og samkvæmt vini mínum í háskólanum í Zurich þá er það líka að elska meira. Because when you love more, Því að þegar við as elskum meira, Christ loved, eins og Kristur elskaði, you only love more as Christ loved because you received love from God. þá elskum við meira vegna þess að við erum að móttaka kærleikann frá Guði. He told me it's quite striking. Hann sagði I'll við never mig, forget it. að þetta sló mig svolítið, That these patients, subgroup of patients, að þessi hópur sjúklinga have Christian background sé með kristinn bakgrunn and they believe in God. og þeir trúi á Guð. So it means, my friends, Svo það þýðir, vinir mínir, that there is great benefit að það er mikil kostur in worshiping God í að tilbeða Guð and trusting God. og að treysta Guði. We don't lose anything. Við höfum ekki glata neinu. In fact, we gain more than we believe. Heldur höfum við áunnað meira heldur en að við höfum. Not only life eternal, Ekki bara eilíft líf, but also good state of mind en líka gott ástand hugar and a merry heart. og glatt hjarta. And the Bible says, Og Biblían segir, a merry heart, glatt hjarta do it good like a medicine. kætir beinin. Það Amen? er eins og lyf. That's why love is not an impulse. Og þess vegna er ástin ekki bara, It's a divine principle. sorry, A you divine go ahead and principle. I will translate the whole thing. A permanent power. This love, cherished in the soul, sweetens the life, and sheds a refining influence on all around. Þess vegna er ástin ekki hvatvís, heldur guðleg meginregla, varandi kraftur. Þessi kærleikur sé honum haldið upp í sálinni, gerir lífið léttara og sætara, ef svo mætti orða, og hefur góð áhrif á alla í kringum hann. It has also been shown Og það hefur líka verið sýnt fram á that hugging að það að faðma increases oxytocin. býr til eða eykur framleiðslu á oxytocin Between those people who have affection for one another. milli þeirra sem að hafa kærleik til hvers annars, eða umhyggju. Sometimes you probably have seen outside stations here in Europe, train stations. Þegar við séð lestastöðvar og hérna í Evrópu til dæmis þar sem það eru utandýra, There's always somebody who's holding free hug. það er alltaf einhver sem heldur kannski spjaldi og segir ókeypis faðmlag. And I've often wondered about that in the past. Og ég hef oft velti fyrir mér í fortíðinni. And I've watched Og ég hef fylgst með. how sometimes gloomy person walking out of the station Kannski einhver sem er niðurlótur að ganga út úr stöðinni, sees this free hug sign sér þetta ókeypis faðmlag skilti and gets a hug from that person. og faðmar þessa mannesku. And somehow there's this joy, even though it's momentarily.
Og þá kemur þessi gleði, jafnvel þótt að hún sé bara tímabundin. All right, here's one more. Það eini viðbót. Eating, for example, Mataræði eða, já, að borða sem dæmi. Can lower, eating certain food can lower Oxytocin. oxytocin, sorry. Og það að borða ákveðin matvæli getur lækkað framleiðslu oxytocins. But it can only be boosted. Look at this oxytocin boosting food. En það líka hægt að borða ákveðin matvæli og sjáu þið hérna þetta dæmi það. Figs, Fíkjur, beets, hérna artichokes, þistilhjörtu, karóp, seaweed, hérna chestnuts. Og chesterhnetur. That's why I think those squirrels out there are always happy. Þess vegna held ég að hérna, They get a lot of oxytocin from chestnuts. ég held að þess vegna sem að íkornar alltaf svo glaðir, þeir eru að fá svo mikið oxytocin að þeir eru að borða þessar hnetur. Only in the heart where Jesus reigns it is found. Aðeins í hjarta þar sem að Jesús ræður ríkjum það fundið. We love him because he first loved us. Við elskum hann vegna þess að hann elskaði oss fyrst. In the heart renewed by divine grace, love is the ruling principle of action. Í hjarta sem hefur verið endurnýjað af guðlegri gæsku og náð, þar ræður hjarta, þar kærleikurinn grunnregla allra aðgerða. It modifies the character, governs the impulses, controls the passion, and ennobles the affection. Hún umbreytir leyndisengurinni, stýrir hvötum, stjórnar ástríðunni og gerir ástríðurnar, hvað maður að segja, ennobles the affections, gerir þær göfgar þráirnar. This love, cherished in the soul, sweetens the life and sheds a refining influence on all around. Þessi kærleikur, ef honum haldið, upphaldið í sálinni, hann gerir lífið sætara og hefur jákvæð áhrif allt í kringum sig. We're now going to dive from the good news of God's love Nú ætlum við að fara frá góðum fréttum kærleika Guðs to the good news of God's seal. Yfir í góðu fréttinar innsigli Guðs. You see, many people don't know much about the book of Revelation. Og það eru margir sem þekki ekki mikið Åpenbarunarbókina. What they know about the book of Revelation En það sem þið vitum Åpenbarunarbókina is the beast, dýrið mark of the beast, og merki dýrsins 666, 666 Antichrist. og Antikristur. But the theme of the book of Revelation En þemað í Åpenbarunarbókinni is Jesus. Jesús. In Revelation chapter 1, verse 1, it says, the revelation of Jesus Christ Og unto his servant John. í fyrsta kapla og fyrsta versi Åpenbarunarbókinnar stendur opinberun Jesús Krist. So it is not a closed book that others would claim, Þannig að þetta ekki lokubók eins og sumir myndu halda. because it's a revelation of Jesus Christ. Það getur ekki verið það vegna þess að þetta opinberun Jesús Krist. He wouldn't reveal it if it's a closed book. Þetta væri ekki opinberun ef þetta lokuð bók. See, the theme of the book of Revelation is Jesus, Þema Åpenbarunarbókinnar Jesús. the Lamb of God who triumphs over evil in the Lamb- great controversy. Lamb Guðs sem að sigrar hið illa í deilunni miklu. So why is this topic so seldom presented today? Svo hvers vegna svo sjaldan talað þetta efni í dag? I believe it is because most of the publications Ég held að þessi vegna þess að flest rit og miðlar has more to do hefur meira með að gera, with selling rather than studying. meira í því að reyna að selja eitthvað heldur en að rannsaka eitthvað. More to do with sensationalism than what the Bible says. Meira að gera með tilfinningar og upplifun heldur en það sem Biblían segir. So the question is, what is this mark about? Svo spurningin hvað þetta innsigli, hvað fjallar það Is it a government identification number? Þetta einhvers konar auðkenni númer frá yfirvöldum? Is it a number on the credit card? Þetta eitthvað númer á kreditkorti? Is it a number on the barcode that when you get the grocery?
þetta eitthvað strikamerki þannig að maður geti keypt vörur í búðinni? So what is this about? Hvað snýst þetta What is this mark of the beast? Hvað þetta merki dýrsins? Who is the beast? Hver dýrið? You know, is it a child born in Middle East to rule the world and dominate political affairs in Israel? Þetta barn sem ólst upp í Miðausturlöndum sem að stjórnaði pólitíkinu og réði ríkjum í Miðausturlöndum? Hitler in reincarnation form? Þetta Hitler endurfæddur? A dictatorial power like that? Einræðis ríki eins og það? Is it the US president? Þetta forseti Bandaríkjanna? Well, we're not going to go down that road. Skulum nú ekki fara niður þá leið? So what we're going to do is look what the Bible says. Heldur skulum við kíkja hvað stendur í ritningunum þetta. Notice what Revelation chapter 13 says. Takið eftir hvað stendur í Opinberunarbókinni, 13. kapla, In verse 1. í fyrsta versi. It says here, and I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the water. Þá Out of the sea, sorry. sá ég dýr stíga upp á hafinu Having 7 heads and 10 horns. og það hafði 10 horn og 7 höfuð And upon his horn 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. og á hornum þess voru 10 ennistákn og á höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. You see, when we see these symbols, we don't have to guess what they mean. Þegar við sjáum þessi tákn þá þurfum við ekki að giska hvað þau þýða. Bible prophecy doesn't guess. Spádómar Biblíunar giska ekki. Bible prophecy knows. Spádómar Biblíunar það þekkt. The Bible tells us in Revelation 17 verse 15. Og Biblían segir okkur í Opinberunarbókinni 17. kapla og 15. The waters versi. which you saw Og hann segir við vötnin sem þú sást are peoples, nations, multitudes, and tongues. eru líðir, fólk, þjóðir og tungur. So the Bible tells us water equals people. Svo Biblían segir okkur að vatnið fólk. Not because I told you, Ekki vegna þess að ég sagði because þér the það. Bible says so. Vegna þess að Biblían segir So það. what does a beast represent? Svo hvað það sem dýrið táknar? Notice with me first here in Daniel chapter 7 verse 23. Við skulum fara fyrst í Daniel 7. kapla. Now it says there, the fourth beast shall be a fourth kingdom on the earth. Og þar stendur að hið fjórða dýr skal vera fjórða ríkið, konungsríkið á jörðinni. So put the symbols together. Svo við setjum merkin saman. Question now is who gives this beast its power? Svo spurningin núna hver gefur þessu dýri vald? Because beast, what it says, fourth beast shall be a fourth kingdom. Og þar stendur fjórða dýr verður hið fjórða ríki. The question is who gave this beast the power? Svo spurningin hver gaf þessu dýri vald? Notice what Revelation 13 verse 2 says. Og ef við förum aftur í Opinberunarbókina 13. kapla, The dragon gave him his power, his throne, and great authority. og við lesum það í öðru versi, hérna miður versinu hefst áfram. Drekinn gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. So whoever this power is, Svo hver sem þetta vald rising in Europe rís upp í Evrópu after the breakup of Rome, eftir að Rómarveldi hefur brotnað í sundur, receives power, hlýtur vald throne, og hásæti and great authority og mikið vald from the dragon. frá drekanum. And who does the dragon symbolize? Og hvað táknar drekinn? Again, the Bible will interpret itself. Aftur þá túlkar Biblían sig sjálf. It says here in verse 9, so of Revelation chapter 12, so the great dragon was cast out. Og það stendur í 12. kapla 9. versi og drekanum mikla var varpað niður, That serpent of old, hinum gamla höggormi, called the devil and Satan, sem heitir djöfull og Satan, who deceives the whole world. honum sem afvegleiðir alla heimsbyggðina. Question now we have is, can Satan work through the political power? Svo spurningin sem við höfum núna, getur Satan starfað í gegnum pólitískt afl? Because we see this example throughout history. Af því við sjáum þetta að gerast í gegnum This power alla- gets its civil, religious authority from the devil. Við sjáum þetta í gegnum alla heimsöguna og þetta vald fær sinn kraft, þetta veraldlega og andlega vald, afl, ríki fær sinn kraft frá, vald frá djöfulnum. So the question now is that does the Bible give an example of Satan working through a political power?
Svo nú spurningin, gefur Biblían dæmi að Satan starfi í gegnum svona pólitískt? Notice what Start. Revelation chapter 12 verse 4 says. Og við förum aftur í 4. vers, 12. kafla. It says here, and the dragon stood before the woman who was ready to give birth. Og þetta í miðjuversi, drekinn stóð framan fyrir konunni sem var komin að því að fæða. And this is to devour her child as soon as it was born. Til þess að gleypa barn hennar, Who was this child? hún hefði fætt. This child is Jesus. Hver þetta barn? You can read the Þetta barn, story of Herod þetta barn Jesús. in Þú getur lesið söguna af Herold. Matthew chapter 2. Hérna. Og það í Mattheusi öðrum kapla. Remember the Herodes. wise man from the east. Munið eftir vitringunum frá Austurlöndum. They were looking for the king. Þeir voru að leita að konungnum. And they came to the king. They came to the king first, King Herod. Og þeir fóru til Haralds, And nei they asked him, "Where is the king that is born?" og þeir spurðu hann, And hvar konungurinn sem var að Herod fæðast? says, "There's no other king. I'm the only king." Og ég er að reyna að muna íslensku nafni á Herodes. Herodes segir, ég konungurinn, það engin annar konungur. He said, This wise man of the east looked at the sky. En þessir vitringar frá Austurlöndum, þeir horfðu á himinin They saw the stars, og þeir sáu stjörnuna this bright star. og þessa miklu björtu stjörnu. And as they had knowledge of the sky, astronomy. Og þeir þekktu stjörnufræði mjög vel. And they knew that this was not a normal star. Og þeir vissu að þetta væri engin hefðbundin stjarna. They looked into the ancient books. Þeir litu í bækurnar, fornu They bækurnar, consulted scholars. og þeir höfðu ráðfærið sig við aðra And they fræðimenn knew from their research og þeir vissu út frá rannsóknin sinni that the king was born. að konungurinn hefði fæðst. And so they came to pay homage. Svo þeir komu til að gefa heiður til hans, But when they got there, en þegar þeir komu þangað, following the star, eftir að þeir fylgdu stjörnunni, no one there knew þá vissi enginn af that því Jesus þar was born. að Jesús væri fæddur. Then Herod gathered the people, the scholars at that time, Þannig að Herodes hann kallar sína fræðimenn and asked, "Where did this king going to be born?" og hann spyr hvar á þessi konungur að fæðast. And he found out from them. Og hann fekk að vita frá þeim. And then he ordered Og þá gaf hann all the skipun child, newborn, under the age of 2 to be wiped out. að drepa ætti öll unga börn undir 2 ára aldri. So again, we see that the enemy, the devil, Satan, can work through political power. Svo við sjáum það að óvinnurinn, Satan, hann getur unnið í gegnum pólitískt vald To persecute God's people. til að ofsækja Guðs fólk. The Roman officer tried to kill baby Jesus. Það var rómverskur ráðamaður sem reyndi að ráða Jesús af lífi. Roman governor condemned Jesus to death. Og það var rómverskur ráðamaður sem að dæmdi hann til dauða. Roman executioner put Jesus on the cross. Og það voru rómverskir hermenn sem settu Jesús á krossin. Roman emblem on the tomb. Og gröfin var merkt með rómversku merki. Roman soldiers stood to guard the tomb of Og Jesus. það voru rómverskir hermenn sem stóðu vörð í kringum gröfina. I think it's clear to you and me that Satan indeed can work through pagan Rome. Þannig ég held að sé ljóst fyrir okkur að Satan gat starfað í gegnum hið heiðna Rómaveldi. Satan worked through pagan Rome in Revelation chapter 12. Satan hann starfaði í gegnum hið heiðna Róm í 12. kapla Åpenbarabókarinnar. And Satan gives authority to this new beast arising in Revelation chapter 13. Og Satan hann gefur vald til þessa nýja dýrs sem rís upp í Åpenbarabókinni 13. kapla. So the question is, who is this beast? Svo spurningin hver þetta dýr? Well, let's do a review identifying the marks. Og við skulum fara yfir það. In Revelation 13:18 it says, Í Åpenbarabókinni 13. kapla og 18. versi stendur. first I skipped this one. Look what it says here. Ég fór óvart yfir þessa. Sjáðu hvað stendur hér. This beast Þetta dýr comes out of Europe. kemur út úr Evrópu. These are the verses of scriptures and the chapter. Og hér sjáðu versin og kaplana. Would be a worldwide religious power.
og mun vera alheims eða heimslegt trúarlegt vald would blaspheme God, og það mun lastmæla Guði, a persecuting power, það mun ofsækja rules for 1,660 years, 1,260 years, og mun ráða ríkjum í 1260 ár has a mystery name, 666. og á þetta dularfulla nafn 666. So I invite you now to go to Revelation chapter 13, verse 18. Við skulum fara núna We í will see what that last thing says. Opinberabókina 13. kapla og 18. vers til að sjá hvað þar stendur. Notice what it says here. Let's Takið read eftir it. því hvað stendur þar. Við skulum Here lesa. is wisdom. Hér reynir á speki. Let him that hath understanding count the number of the beast, Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins, for it is the number of a man, því að tala manns það. and his number is 666. Og tala hans 666. So here it says the name has 600 and what? Og hér stendur að nafni hefur 66. 666. Otherwise known as 666. Og stundum talaðum bara sem 666. So in the Bible, Svo í Biblíunni 7 is a number of perfection. þá táknar 7 fullkomnun. Perfection is noted in 7. Og það tekið eftir fullkomnun þegar það nota töluna 7. You know, we have perfect Trinity or perfect Godhead, Father, Son, Holy Spirit. Það líka fullkomið þríeikið, Guð, Faðir og Heilagur Andi. Rebellion is noted in Sonur number heilandi. 6. En uppreist þá notað töluna 6. 6 is the number of a man. 6 tala mannkynsins. And also associated with that is false trinity of the dragon, the beast, and false prophets. Og líka kynnir falska þrenningu, dregans og falsbámannsins. On the 6th day of creation, Og 7. degi sköpunarinnar God created man. skapaði Guð mannin. And that's why we say 6 is the number of a man. Og það þess vegna sem við segjum að 6 tala mannsins. So we're looking for a man Svo við erum að leita að manni that has this number. sem á þessa tölu, We have this, that has this power, sem hefur þennan kraft, that has this identifying marks. sem að við getum fundið af þessum sem hefur þessu sömu einkenni og But lýst the hér last á. one is 666. Talan hans Concentrate here. 666. And so notice what this is. Sjáu þið hérna, This is the crown of papacy. þetta kóruna páfans And on the crown of papacy, right here, og á kóruna hans it says Vicarius Filii Dei. stendur Vicarius Filii Dei. And if you would look at that and look at the value of the Vicarius Filii Dei, Og ef maður tekur saman og leggur saman tölunar, rómversku that's the tölunar, Roman numeral values, to the numeric values we have today, og, we get og við bætum því og færum það yfir í það Vicarius tölu is sem við notum í 112. dag, Filii is 53, og þá Vicarius and Dei is 112, 501. Filii 53 og Dei 501. And interestingly, Ef við leggjum allt saman, þá it áhugavert, adds up to 666. þá það 666. So to understand the mark of the beast, Svo til þess að skilja merki dýrsins, we must first understand God's sign, seal, or mark. þá þurfum við fyrst að skilja Guðs merki, innsigli eða merki. If we understand the mark of God, the sign, the seal of God, Ef við skiljum innsigli Guðs, then the mark of the beast will be obvious. þá verður merki dýrsins augljóst. So what is God's sign, Svo hvað seal, or innsigli mark in the Guðs? book of Revelation? Svo hvað þetta? Merki Guðs, innsigli Guðs eða merki? You know, the people who are watching out for fake, for example, for a false note. You Oh. have 5,000, what do you call it, krone? Note. Og fólki sem að leita að fölsuðum peningum, People don't study all the fakes and all the counterfeits. þá menn ekki að rannsaka alla gerfi, alla plat, eða það sem allar falsuðu seðlana.
The experts study the actual genuine one. Þeir sem eru sérfræðingar í því að skilja falsaða frá raunverulegum, They know it so well, þeir skoða svo vel raunverulega every intricate detail, Þeir vita öll smáatriðin í seðlinum, so, to a point svo that when nákvæmlega, you put a counterfeit next to them, svo kemur einhver falsaður segið við hliðina á þeim, they know exactly þá vita alveg upp á hár that is a counterfeit. að þetta er falsað. It's like sometimes spotting fake or counterfeit painting. Þetta er eins og að sjá svona málverk sem hefur verið falsað. These experts know so well the canvas. Þessir sérfræðingar þeir vita svo vel hvernig málverkið er, The kind of paint, hvers konar tegund the kind of málingu brush er, that is used, hvernig málingabusta the var notað stroke that hvernig, the paint that the typical painter makes. og hvernig þú notar bustan. And when they look at those intricate details, Og þegar þið horfa á þessi they smáatriði, know what the original one looks like. þá vita þið alveg upp á hár hvernig þið raunverulega When you put málverk lítur a út, counterfeit upphaflega, next to them, og þú setur falsa við hliðina á they því, will only look at all these characters and they know that it's counterfeit. þeir horfa bara á þessi mismunandi einkenni og segja bara þetta er falsað. So, if we understand the seal of God, Svo að við skiljum innsigli Guðs, that is God's sign, sem er merki Guðs, then the mark of the beast will be obvious. þá verður augljóst hvað merki dýrsins er. What does the Bible say? Og hvað segir Biblían Revelation okkur? chapter 7, verse 2 and 3, Í Opinberunarbókinni 7. kafla, as we unpack this study. versu 2 og 3. Notice what it says. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. Og ég sá annan engil stíga upp í austri, hann hélt á innsigli lifanda Guðs. And he cried with a loud voice Og hann rópaði hárri röddu to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, til englana fjóra sem gefið á vald til þess að granda jörðinu og hafinu. do not harm the earth, Og the sagði- sea, or the trees, till we have sealed the servants of God, of our God, on their foreheads. Og sagði, vinnið ekki jörðinu grand og ekki heldur hafinu né trjánum þar til vér höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. So what is the seal of God? Svo hvað er innsigli Guðs? The Bible tells us Og in Biblían Romans segir chapter 4, okkur í verse 11, and he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness. Í Rómarbréfi 4. kafla og 11. versi stendur og hann fekk tákn umskurnar sem staðfestingu þess réttlætis af trú. So in the Bible, a sign or seal represents the same thing. Og í Biblíunni að þá er innsigli og merki, það er, eða tákn fyrir ekki, það sama. A seal authenticates a document. Og innsigli, það gefur okkur upprunavottorð fyrir skjal. It was interesting. Það var áhugavert. I was applying for a visa to go to Pakistan. Ég var að óska eftir landvistarleyfi eða fá vegabréfsáritun til að komast til Pakistan. And I needed a NBI clearance. It's similar to an FBI for the United. It's called NBI clearance, National Bureau of Investigation Og ég clearance from the þurfti að fá Philippines. svona leyfi eða einhvers konar vottorð frá alríkislögreglunni á Filippseyjum. So I went to the NBI office. Og þannig ég fór til MBS skrifstofunnar, They checked my name þeir skrifuðu nafnið mitt. and they said, you have a hit. Herru, það kemur eitthvað þegar við skrifum nafnið þitt. I Það said, kemur what eitthvað does upp. that mean, a hit? Og ég sagði, hvað þýðir það að kom eitthvað upp? It means that your name Það þýðir það að nafnið þitt has been linked to a crime. hefur verið tengt við glæp. I said, really? There are another Jan Harry Kabunkal here? Ég spurði bara, I thought I was er the only one. einhver annar Jan Harry Kabunga hér? And they say, I was born in the month of January. Ég sagði, getur ekki verið einhver annar? Ég fættist í janúar And my parents called me Jan Harry og foreldrar mínu kölluðu mig Jan Harry after the month of January. eftir mánuðinum janúar. And I thought to myself, there are so many Jan Harry Kabunkal here born in the month of January. Can that be? Eru svona margir Jan Harry Kabunga sem fættist í janúar hér? So the officer told me, we got to investigate you.
your name. Svo að þessi lögreglumaður sagði við þurfum að rannsaka nafn þitt. So, okay, said, how long will that take? Og ég sagði, hvað tekur það langan tíma? 3 weeks. 3 vikur, sagði hann. All right, so now Allt í lagi. I wait, Nú þurfti ég að bíða. finally get that certificate. Svo fæ ég þetta skiptinni frá þeim. So now I'm filing this on my application for a visa for Pakistan. Svo nú ég að setja þetta vottorð til að senda með leyfinu til að fá að fara til Pakistans. And so Pakistan writes back, embassy tells me, Og sendir Pakistan sendir skilabóð tilbaka, that segir I sendir need an apostolate to apostill this document from the Department of Foreign Affairs. Og þeir segja, þú þarft að fá þetta skjal staðfest frá utanríkisráðuneytinu. And I said, I don't get that. Og ég segi, ég skil það nú ekki. Another agency of the government Þarf ég að fá einhverja aðra needs stofnun a seal ríkinu? from another agency of the government for it to be accepted? Já, so it was the Pakistani Yes, institution asked. that needed, yeah, Yes. that needed from their own institution. No, they needed it from me to validate this NBI by the Department of Foreign Affairs. Já, þannig að hann þurfti að fá þetta staðfest frá annarri stofnun og hann skil ekki af hverju þarf að þetta vera staðfest þannig. So I go there to get it, Svo ég fer þangað til að fá staðfestingu á því got that stamp, og ég fekk stimpilinn and finally og að lokum they accepted it. þá tóku þeir í Pakistan þetta gilt. But they still rejected my visa. En þeir höfnuðu samt vísaumsókninni minni. My point is, a seal authenticates a document. Það sem ég er að reyna að útskýra er það að innsigli, það gerir skjalið, þá vitum við hvaðan það kemur. So the question is there a document that God gave written with his finger Er eitthvað skjal sem að Guð skrifaði á með fingri sínum that becomes a test at the end of time? sem verður prófraun í lok tímans? Notice the slides. Notice what Isaiah 8:16 says. Takið eftir hvað Jesaja 8:16 segir. Bind up the testimony, seal the law among my disciples. Jesaja 8. kapli og 16. vers. So we need to look to the law of God to find the seal of God. Við þurfum að líta til lögmáls Guðs til að sjá And in his law, we want to search for his seal. og í lögum hans, þá viljum við sjá tákn hans. I'll read the verse now, sorry. Yes, go ahead. 8:16. One more page here. Ég bind saman vitnisburðin og innsigla kenninguna hjá lærisveinum mínum. So in the law, where do we find God's seal? Svo hvar finnum við innsigli Guðs í lögmáli Guðs? Because a seal must have 3 things. Að því innsigli þarf að hafa 3 hluti. Name, Nafn, title, titil territory. og svæði. What Yfirráðasvæði. law of God Hvaða lögmál Guðs contains the name, title, and territory? er með nafn, titil og yfirráðasvæði? All right, Tekið to fram. do that, let's review the 10 promises of God, Þá skulum his við 10 fara, commandments. yfir boðorðin 10. Commandment number 1, Fyrsta boðorðið. thou shalt not have any other gods before me. Þú skalt ekki hafa aðra guði fyrir mig en mig. Commandment 2, or promise number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Og lögmál nummer 2 eða lofur nummer 2, þú skalt ekki gera þér neinar líkneski. The third one, Og thou þriðja, shalt not take the name of the Lord thy God in vain. þú skalt ekki fara með nafn Guðs með hégóma. Fourth, remember the Sabbath day to keep it holy. Og nummer 4, mundu að halda hvíldardaginn heilagan. 6 days thou shalt labor and do all thy works. 6 dagar skaltu verk þitt vinna, But the 7th day is the Sabbath day of the Lord thy God. en hinn 7. dag hvíldardagur drottins þíns Commandment number 5, Nummer 5, honor thy father and mother. thy heiðraðu mother. föður þinn og móður. 6, thou shalt not kill. Nummer 6, þú skalt ekki drepa. Thou shalt not commit adultery. Þú skalt ekki drífa hórdóm. 8, thou shalt not steal. 8, þú skalt ekki stela. 9, thou shalt not bear false witness against thy Og neighbor. 9, þú skalt ekki bera ljúvitni. And last but not least, thou shalt not covet.
Og númer 10, síðast en ekki síst, þú skalt ekki So when we look at God's commandment, hégóma, girnast, já, fyrir ekki að segja, girnast, já. okay, Svo við horfum á boðorðin 10, we're looking for God's seal, the commandment that contains God's seal. þá erum við að leita að þessu lögmáli sem að innifelur sig innsigli Guðs. What law contains God's name, title, and territory? Hvaða lögmál, boðorð, innifelur Guðs nafn, titil og yfirráðasvæði? Notice what Ezekiel chapter 20 verse 12 says. Og við skulum fara í Esekiel 20. kapla og 12. I vers. also gave them my Sabbaths to be assigned between them and me, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Esekiel 20, vers 12. Ég gaf þeim og hvíldadaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég, Drottinn, sá sem helgar þá. So the Sabbath is a sign between us and God. Svo að hvíldadagurinn sambandstákn milli okkar og Guðs. Now let's go to the book of Exodus, Við skulum fara í chapter 20, verse 8 to 11. Aðra Mósebók, Notice what 20. it says. kapla. Okay? Remember, we're looking for name, title, and territory. Munið að við erum að leita af nafni, titil og yfirráðasvæði. Remember the Sabbath day to keep it holy. For in 6 days the Lord, then his name, made his title, he's our creator, the heavens and the earth and the sea, which is his territory. Og það stendur hérna, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan, 6 dagar skaltu erfiða og verk þitt vinna, en 7. daginn hvíldadagur helgaður Drottni Guði þínum. Wait, so there's 8 and then to 11. Því á 6 dögum gjörði himinn Drottinn, nafnið, himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Og því blessaði Drottinn hvíldadaginn og helga hann. Það erum við með nafnið, titilinn og yfirráðasvæðið. The Sabbath is the heart of the law Hvíldadagurinn hjarta lögmálsins. because it shows God's authority. Vegna þess að hann sýnir vald Guðs It shows who God is. og hann sýnir hver Guð And the central issue regarding the mark of the beast is worship. Og þemað og það sem úrlausnarefnið varðandi merkidýrsins, það tilbeðsla. It's not simply a matter of days. Þetta ekki bara spurning daga, It's a question of loyalty. heldur spurning tryggð. It's a matter of where is your allegiance. Hverjum sýnum við tryggð? It's a matter of who you worship. Hver það sem við tilbyðum? And in the book of Revelation, there is a conflict over true worship and false worship. Og í Opinberunarbókinni þá þessi barátta sanna og ósanna tilbeðslu. The Bible says, I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God, give glory to him, and worship him who made heaven and earth and the sea and the springs of water. Og ég sá annan enginn fljúga háloft himinsins og hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til þess að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhver þjóð og kynskvísl, tungu og líð. Og hann sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrið, því að komin stund dóms hans. Tilbiðið þann sem gjört hefur himnana, jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. The issue in Revelation is worship. Umfransætli Opinberunarbókarinnar tilbeðsla. The issue at the end of time is worship. Og það sem skipta mestu máli á lokatímum tilbeðslan. Who we worship. Hvern við tilbiðum. It says here, then the third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and his image and receive his mark on his forehead or on his hand. Og það stendur hér í 9. versi, og eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu, ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða á hönd sína. The first angel says, worship God. Fyrsti engillinn segir, tilbyði Guð. Third angel says, don't worship the beast. Og þriðji engill segir, ekki tilbyða dýrið. You find here, there is a collision over worship.
Það átök varandi tilbeiðslu. And that collisions of worship finds its focal point in verse 12. Og þessi átök, þau ná hápunkti í 12. versi. Notice what verse 12 says. Og takk eftir hvað stendur í 12. versinu. Here is the patience of the saints. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Some people will answer the call of the first angel. Sumir munu svara kalli fyrsta engilsins. This verse tells us of people who love God enough to obey him. Þetta vers segir okkur fólk sem elskar Guð nógu mikið til að hlýða honum. Guð blessi þig. Notice, in Takið summary, eftir. Ef við drögum þetta saman. Revelation chapter 14, verse 7, the first angel worship the Creator, it says. Åpenbaringsbókin 14. kapli, 7. vers, fyrsti engillinn tilbiðji skaparan. Second, in Revelation chapter 14, verse 9, the third angel says, don't worship the beast. Í 9. versi, þriðji engillinn ekki tilbiðja dýrið. And here in Revelation chapter 14, verse 12, people will answer the call of the first angel and worship God as the Creator and keep God's law and Sabbath. Og við sjáum hér í 12. versi, fólk mun svara kalli fyrsta engilsins og tilbiðja Guð sem skapara og halda Guðs lögmál og hvíldadag. So we ask the question, Svo við spyrjum spurninguna. what is the seal of God? Svo hvað innsigli Guðs? The seal of God is a commitment to Jesus, which allows the Holy Spirit to settle the truth of God's word in your heart. Innsigli Guðs það commitment hérna sorry, It's okay. the word slipped my mind. Að það hérna að við gefum okkur, það það að gefast Jesú sem leyfir heilugum anda að við finnum sannleikan í orðsguðri í hjarta okkar. You are sealed when you enter into an experience with Jesus so deep that you will not be moved. Þú innsiglaður þegar þú hefur upplifað nærveru eða með upplifun með Jesú svo djúpt að þér verður ekki haggað. Not just saying, oh, I'll keep a day and I'll be saved. Ekki bara ég mun halda einhver dag og þá ég frelsaður. It's when the Holy Spirit is in you and you're keeping the letter and the spirit of the law. Það þegar heilagur andi í þér og þú fylgir staf lögmálsins og anda þess. The sealing of God is an experience of settling into truth. Innsigli Guðs upplifun þess að fela sig sannleikan. That's why the Bible says in Hebrews chapter 8, verse 10, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. Og það þess vegna sem að Biblían ritar í Hebreabréfinu 8. kapla og 10. versi. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjarta þeirra. Friends, the new covenant experience is the seal of God. Og vinir, innsigli Guðs þessi nýji sáttmáli. And he writes his law in your mind so you'll know it. Og hann leggur lög okkar í hugskot okkar. And he writes it in your heart so you will love it. Og hann rita þau á hjörtu okkar svo við mögum elska þau. The Bible tells us Satan will attack God's seal or sign of authority. Og Biblían segir okkur að Satan mun ráðast á þetta merki Guðs. Friends, the Sabbath becomes at the end time the visible manifestation of loyalty to Jesus Christ our Creator. Vinir, hvíldadagurinn verður á lokatímanum sýnilegt dæmi þess að maður sýnir tryggð við Jesú Krist sem okkar skapara. It is a visible sign of that loyalty at a time when the church and state unite. Og þetta opinbert merkið yfirlýsing tryggðar á tímum þar sem að ríkið og kirkjulegt afl munu saminast. You see, when you look at the Ten Commandments, og þegar við horfum til boðorðanna 10, you don't need to be Bible-believing Christians to keep 9 of them. Þá þarf maður ekki að trúa endilega á Biblíuna til að halda 9 boðorðanna. Corpse could keep at least 8 of them. Lík gæti haldið að minnstakosti 8 af þeim. A Buddhist or a Muslim could keep 9 of them. Búddisti eða múslimi getur haldið 9 af þeim. You have to be Bible-believing Christian to adhere to the 10, most notably the Sabbath of the Lord.
En þú þarft að vera biblíutrúandi kristinn til að fylgja þeim 10 og það aðalega út af hvíldardeginum. So what does the Roman Catholic Church claim is the sign of its authority? Svo hvað það sem rómversk-kaþólska kirkjan segir að sé sitt tilkall til og merki valds þess? The Roman medieval church, through its apostate, has altered the seal of God. Miðalda kirkja rómverska kirkjan á miðöldum, hún breytti merki Guðs And exerts its own seal, namely the mark of the beast. og gefur sitt eigið merki sem merki dýrsins. So what is the sign of that authority, beloved? Og svo hvað þá þetta merki þessa valds? Notice the writings here from Catholic record. Sjáið hér úr kaþólskum ritum. Sunday is our mark of authority. Sunnudagurinn okkar merki valds. The church is above the Bible. Kirkjan ofar Biblíunni. And this transference of Sabbath observance is a proof of that fact. Og það að kirkjunni hafi tekist að færa helgihald frá hvíldardeginum sannar það. You free friends, God's mark or seal is the true Sabbath worship. Innsigli Guðs sönn tilbeiðsla á hvíldardegi. The mark of the beast or medieval claim that its mark is Sunday. Og merki dýrsins, það þessi miðaldar tillaga það að þetta sé sunnudagur. Ultimately, the Bible predicts that church and state will unite. Biblían segir frá því að kirkja og ríki munu sameinast. They will try to convince people or force people. Þau munu reyna að samfara fólk eða jafnvel þvinga fólk. And friends, God never uses force. Og vinir, Guð notar aldrei afl. God always leads us through love. Guð leiðir okkur alltaf í gegnum með To serve kærleika. Him Til að through þjóna love. hann með kærleika. Þjóna honum með kærleika. God's mark or seal is a true Sabbath worship. Innsigli Guðs sönn tilbeiðsla á hvíldardegi. And the beast power imposed upon the medieval church claimed that its mark is Sunday. En það miðaldakirkja sem að segir sinn kraftur kominn frá því að þessi að halda hvíldardegi, halda sunnudaginn. This is Joseph Hudson Taylor from Southern Baptist. Og hér Joseph Hudson Taylor sem baptisti. It says the sacred name of the seventh day is Sabbath. Hið heilaga nafn sjöunda dags hvíldardagur. This fact is too clear to require argument. Þessi staðreind svo skýr að hún þarfnast enga frekari röksemda. On this point, the plain teaching of the word has been admitted in all ages. Á þessum varðandi þetta, þá hefur einföld útskýring Biblíunnar verið samþykkt í gegnum allar aldinar. Not once did the disciples apply the Sabbath law to the first day of the week. Hvergi finnum við tilfellum þess að lærisveinar Krists hafi notað hvíldadagshelgihaldslögmálið fyrsta dag vikunar. That folly was left for a later age. Sú vitleysa var skilin eftir fyrir síðari aldir. Nor did they pretend that the first day supplanted the seventh. Né þóttust þeir að fyrsti dagurinn hefði tekið við af hinum sjöunda. So here's the last quote from this series, from this historical Og hér önnur tilvillun eða síðasta tilvillun Archive. úr svona þessum sögulega safni. It says here, reason and common sense demand the acceptance of one or the other of these alternatives. Rökhugsun og rökhugsun krefst þess að samþykja einn eða annan af þessum valkostum. Either Protestantism and keeping holy of the Saturday, or Catholicity and the keeping of the Sunday. Það segir annarkvort maður mótmælandi og heldur heilagan hvíldardag eða kaþóliki og heldur sunnudaginn. Compromise is impossible. Málamiðlun algjörlega ómöguleg. From the Catholic Mirror, December 23, 1893. Og riti kaþólika sem heitir Catholic Mirror í 23. desember árið 1893. Basically they're saying is this. Og þeir bara að segja þetta í grunninn. Either you're a Protestant Annarkvort mótmælandi and keep the Saturday holy, og heldur laugardaginn helgan, or you're a Catholic, eða þú kaþóliki keep the Sunday. og heldur sunnudaginn. Compromise Einhvers konar is málamiðlun ómöguleg.
That's interesting, right? Það er mjög áhugavert, er það ekki? Well, sadly, the majority of Protestants of today are no longer protesting. En því miður þá eru mótmælendur í dag ekki lengur að mótmæla. They have bowed and extended their hands to the first beast of Revelation 13. Þeir hafa beygt höfuð og rétt hendina til fyrsta dýrsins í So the Opinberunarbókinni. question now is, does that mean that anyone who keeps Sunday has the mark of the beast? Þýðir það þá að hver sá sem heldur sunnudaginn hafi merki dýrsins? Absolutely not. Nei, það þýðir það reyndar ekki. Let me be very, very, very plain to you. Ég ætla að segja þetta mjög skýrt. The mark of the beast has not yet been enforced. Það hefur ekki ennþá verið merkt með merki dýrsins. Many good Christians who keep the first day of the week, Margir góðir kristnir sem halda fyrsta dag vikunar, if died tonight ef þau myndu degi í dag with worshiping God in the right spirit, og þeir tilbyða Guð í réttum anda but did not know the truth, en vissu ekki sannleikan, will surely be saved. munu vissulega frelsast. Religion is not a matter of denominational label. Trú er ekki eitthvað spursmál hvaða kirkjudeild maður tilheyrir. But the Bible teaches En Biblían kennir okkur that there will come a time að það munu koma tími when the church and the state will unite. að ríki og kirkja munu taka höndum saman And at a great time of crisis, og í miklum krísum the freedom that we now enjoy þá munu frelsin sem við höfum núna will be taken away. munu vera tekið af okkur. And in the future, Og í framtíðinni the final issue verður hið síðasta of loyalty mál og hvernig will við, center around Vis- worship. við sýnum okkar hollustu og það mun að snúast trú tilbeiðslu. In what ways is the mark of the beast received on the hand or in the forehead? Með hvaða hætti er merki dýrsins fengið annarkvort á hendi eða enni? Well, hand is works or action. Með hendinni þá er það vegna gjörða eða hegðunar. Forehead is no truth, convenience of pushing away the truth. Og ennið það er maður þekkir sannleikan en ítir honum frá sér vegna þæginda. If you know what is truth Ef maður veit hvað er satt and yet you compromise, en gerir samt málamiðlun, well, you already know. þá veit maður það nú You þegar. will receive the mark. Þá fær maður merki dýrsins. The mark of the beast is illustrated in the Garden of Eden. Merki dýrsins var líka til sýnis í Edengarðinum. But notice what it says here. En sjáu hvað stendur He hér. causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their forehead. Og þetta er í Opinberunarbókinni 13. kafla og 16. versi. 13. kafli og 16. vers stendur hér, fyrir ekki. Og hann lætur alla, smá og stóra, auðga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. As I said earlier, Eins og ég the sagði mark of áður, the beast is illustrated in the Garden of Eden already. þá sást merki dýrsins í aldingarðinum nú þegar. Cain and Abel, brothers, Kain og Abel, bræður, raised by the same parents, þeir voru aldrei upp á sömu foreldrum. given clear instruction Þeir fengu skýr fyrirmæli that they are to offer sacrifice to God. að þeir áttu að færa fórn til Guðs They're offering animal. og þeir áttu að fórna dýri. And so Abel brought his lamb, Svo Abel kom með lambið sitt unblemished, og það var fullkomið lamb. while Cain brought the best of his first fruits. En Kain hann kom með bestu fyrstu uppskeru sína. Imagine, Ávöxtun. here's a lamb. It stinks. Hér er lambið og það er vond lykt af því. Here's the fruits. Oh, the smell, the scent is just gorgeous. Og hér er ávöxtinir. Það er rosalega góð lykt og þeir líta vel út. Both arrange their altar. Báðir gera altari And Abel presented his. og Abel setur sína fórn á. Cain presented his fruits. Og Kain, hann Beautiful fruits. hann setti Beautiful harvest. sína ávexti á og þeir eru fallegir. God looked at those Og Guð leita þá and only accepted one og tók aðeins við einni fórn. because he had asked Af því að hann hefði beðið for an animal sacrifice, fyrir dýrafórn. not fruits. Ekki ávexti. The Bible says, the lamb that will take away the sin of the world. Þegar Biblían segir lambið sem tekur burt synd heimsins. The wages of sin is death.
Laun syndarinnar eru dauði. Man have sinned, Maðurinn hefur syndgað and life has to be paid for that sin. og það þarf að gjalda það með And that lífi. lamb Og þetta lamb that Abel slaughtered and placed as an altar offering sem Abel slátraði og gaf sem fórn points to the Lamb of God, Jesus Christ. benti til lambs Guðs Jesú Krist. The fruits, how Ávextir. beautiful they may look, Alveg how sama hversu tasty fallegir they þeir may voru, look, hversu bragðgóðir þeir how voru, smell they may be, hvort þeir lyktuðu vel, did not point to the Lamb of God. þeir bentu ekki til lamb Guðs. Only one was accepted. Aðeins einni fórninni var tekið. Says sem here, móttekið. I also gave them my Sabbaths to be a sign between them and me, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Og ég gaf þeim einni mína hvíldadaga til þess að þeir sem sambandstákn milli mín og þeirra að þeir mættu vita að ég drottinn þeirra sem helgar þá. Sabbath is righteousness by faith. Hvíldadagurinn réttlæti fyrir trú. Is Sabbath keeping legalism? Það að halda hvíldadaginn einhvers konar lögmálsþrælkun? Well, Jesus kept the Sabbath. Jesús hélt Was he hvíldadaginn. legalist? Var hann lögmálsþræll? Truth was not popular in the days of Noah. Sannleikurinn var ekki vinsæll á Truth dögum was Nóa. not in the majority in the days of Noah. Og sannleikurinn var ekki í meiri hluta á But in the tímum days Nóa. of Noah, En á dögum Nóa God invited his people to take a stand. þá bað Guð fólk hans til að taka sér afstöðu. Taka afstöðu. 120 years. Noah nailed a nail on that ark. Í 120 ár þá var Nóa að smíða örkina. Each nail, each plank of wood Hver einasti nagli, hver einasta spýta is a message to his time, voru skilaboð to the að people of tíminn his time, var skilaboð til fólksins á hans tímum that a flood is coming. að flóð væri í vændum. You need to get into the ark. Svo þarf það að koma þér inn í örkina. In the days of Daniel, God invited his people to take a stand. Og dögum Daniels þá bauð Guð fólki sínu að taka afstöðu. In Daniel chapter 3, Í Daniel 3. kapla we find church and state united. þá sjáum við að ríki og kirkja saminast Decree was in force. og það var farið eftir A religio-politic power arose. og það kom þarna upp vald sem var bæði trúarlegt og veraldlegt There were 3 young men. og það voru 3 ungi menn. Shadrach, Meshach, and Abednego had to take their stand. Sedrak, Abnego og Meshach, þeir þurftu að taka afstöðu. The Bible tells us in the commandment that thou shalt not make any graven image nor bow unto them Og and Biblían worship segir them. okkur það að við eigum ekki að taka okkur líkneski og við eigum ekki að lúta þeim. And in Daniel chapter 3, En í Daniel 3. kapla Nebuchadnezzar built that statue, þá byggði Nebúkadnesar statue of gold, styttu úr gulli in defiance of his dream in Daniel chapter 2. þrátt fyrir draum sinn sem hann hefði fengið í Daniel 2. kapla. In Daniel chapter 2, he dreamt this is gold, silver, bronze, iron, this iron and clay feet. Í Daniel kapla 2 þá var hann með gull, silfur, brons, járn og leiru járn. But in Daniel chapter 3, he creates pure gold all the way down to the toe. To En the í Daniel toenails. 3. kapla þá styttan öll úr gulli And the command is given. og boðið gefið When the music is played, þegar tónlistin spiluð all will bow. þá allir að lúta. But the Bible tells us En Biblían segir okkur there was these 3 young men það voru 3 ungi menn who stood. sem stóðu. They did not drop their key to Þeir- pick it up. Þeir misti ekki lykilinn til að taka hann upp. They didn't tie their laces. Þeir voru ekkert að reyma skóreimanar. It would appear unto others that they were bowing down, but they didn't. Þeir kannski látið að líta út eins og þeir væri að beigja sig við líkneski They en þeir væri ekki að því. stood their ground Nei, þeir stóðu because they knew að því þeir vissu that there's a God in heaven að það væri Guð á himnum whom they love. sem þeir elskuðu. They were thrown into the flames Þeim var kastað for the furnace, inn í eldsofnin and Jesus himself came to protect them. og Jesús sjálfur kom til að varveita þá. They stood for Jesus, Þeir stóðu fyrir Jesús and Jesus stood with them. og Jesús stóð með þeim. In the days of Jesus, Á dögum God Jesús invited his people to take a stand. þá bauð Guð fólki sínu að taka afstöðu. In the days of early Christians, God invited his people to take a stand.
Og á dögum frumkristninnar þá bað Guð fólk sitt að They taka were burned to afstöðu. the stake, Þeir voru jafnvel brendir fed to the lions, og gefnir ljónum, put in prison, settir í fangelsi, but they stood for Jesus. en þeir stóðu fyrir Jesú. In the dark age, God invited his people to take a stand. Og á miðaldunum þá bað Guð fólk sitt að taka afstöðu. He invited them to step out from the great church and state union and take a stand for Christ. Og hann kallaði þau til að koma út úr þessu sambandi ríkis og kirkju og taka afstöðu með Guði. And in the last day, God invites his people to take a stand. Og á einum síðustu dögum þá biður Guð sitt fólk að taka God's afstöðu. people will take a stand, and Jesus will be by their side. Guðs fólk mun taka afstöðu og standa með Jesú og Jesú mun standa með þeim. Everybody will have to make a stand. Allir munu þurfa að taka Everybody afstöðu. will have to make a decision. Allir þurfa að taka ákvörðun. You may have to step out and lose your job for the Sabbath. Það kann að vera að þú þurfur að stíga út og missa starf þitt vegna hvíldadagsins. We were doing evangelistic meeting in India Við in vorum að gera 2008. fyrirlestra, tórbársfyrirlestra á Indlandi árið 2008. And it was just out of the 17 nights that we were there to preach. 17. Out of the 17 nights. Já, af 17 kvöldunum sem vorum þar til að predika, It was raining cats and dogs for 12 nights. þá ringdi bara köttum og hundum eins og sagt á ensku í 12 kvöldin. And in some places, we would, in the beginning, we had at least 200, 300 people. Og sumum stöðum og þá voru kannski 200-300 manns sem kom. But in some nights, we would only have 20 people. Og sum kvöldin þá komu kannski bara 20 manns. People were scared of the water. Fólk var They hrætt didn't við want to get vatnið. wet, Það vildi ekki vera and they stayed blotna. home. Þannig svo að var heima. But those 20 who stood their ground, En þessir 20 sem stóðu þar, at the end of the evangelistic series, made the decision to stand for Jesus. þau tóku líka ákvörðun að standa með Jesú í lok Out of the fyrirlestranna. 21 evangelistic meetings we had, Af þessum 21 fyrirlestrum sem voru í gangi þar, more than 1,000 people gave their life to Jesus. þá voru meir en 1000 mann sem gaf líf sitt í Jesú. When we left, Þegar við fórum þaðan, great persecution began. þá tók við miklar ofsóknir. I was told of one lady, Mér var sagt af einni konu elderly lady, sem var eldri kona who was ambushed right in front of the church sem var by a ráðist group á of thugs. var ráðist á hana beint fyrir utan kirkjuna af ribböldum. Held a gun on her head Hann hélt byssu og bendi að henni and told this old woman og sagði þessari gömlu konu in front of others, fyrir framan aðra: recant your faith. dragðu trú þína tilbaka. Recant the Sabbath. Afneitaðu hvíldardeginum. Recant Jesus, Afneitaðu Jesús and you will live. og þú ferð að lifa. And I was told Og mér var sagt that this woman að þessi kona in her 80s, sem var á frail áttræðisaldri, as she was, viðkvæm eins og hún var, did not flinch hún brást ekki við með neinum mæti, and stood her ground. heldur stóð föst á sínu. And she said, how can I recant Hvernig get ég dreigið tilbaka eða afneitað my Savior, frelsara mínum, my Jesus, Jesús, who died for me? sem dó fyrir mig, Like Shadrach, Meshach, and Abednego, eins og Sadrak, Mesek og Abednego, I will stand, þá mun ég standa and my God will save me. og Guð minn mun frelsa. If not, Ef ekki, let it be known þá má það vera vitað that my mind will not change. að hugur minn mun ekki breytast í þessu máli. That trigger was pulled, Það var tekið í gikkin and she gave her life. og hún gaf líf sitt. As a result of the persecution, Og vegna þessara ofsókna the church gained courage þá fékk kirkjan hugrekki to stand up more for Jesus. að standa meira upp fyrir Jesú. And sometimes we don't understand. Og stundum skiljum við ekki, But the more Satan tried to kill Christians in the dark ages, en þeim meira sem Satan reyndi að drepa hér kristna Because of their fólk faith in í Jesus. á miðaldum tímanum, They vegna trúar þeirra á Jesú, they would kill 10, þá voru 10 drepnir. and 20 and 30 will rise. Og þá risu upp 20-30 í staðinn. The spirit of the church was rekindled Andi kirkjunar var endur lífgæður. because Satan cannot put down
Því að Satan getur ekki stöðvað a people fólk whose eyes and heart are fixed on their Savior. sem með augun og hjörtun einblítt að In the frelsa last sín. day, God invites His people Á síðustu dögum þá býður Guð fólk sitt to take a stand. að taka afstöðu. He invites you and me. Hann býður mig take a og þig að standa fyrir sig. The question is, Spurningin how many of us hversu mörg okkar would want to say, Lord, vilji segja, I need your Spirit Drottinn, ég þarf á þínum anda more að than halda, ever before meira en nokkuð tíman áður, to help me make a stand for you. til að hjálpa mér að taka afstöðu með þér. That may begin tonight with some of you. Það getur verið að það megi byrja hér í kvöld, Maybe you've done it before, kannski hefur gert það but I áður, don't want us to leave this place en ég vil ekki að við förum hérðan without making a commitment with God. án þess að við gerum skuldbendingu við Guð. If God has again rekindled that Spirit in your heart, Ef Guð hefur endur kveikt þann eld í hjarta þér, spoken to you, mælti því, not just here, ekki bara but hér, those watching at home, líka fyrir þá sem að horfa heima. I want to make a stand for Jesus. Ég vil taka afstöðu með Jesú. I want His seal Ég vil fá innsigli hans in my heart í hjarta mitt and in my mind. og huga minn. If that is you tonight, Ef það þú í kvöld, I invite you to stand and we want to pray for you. þá býði þér að standa upp og við munum biðja fyrir þér. I don't know if there's anyone here that has Sabbath struggles. Ég veit ekki hvort það einhver hér sem á í erfiðleikum með að halda You hvíldardaginn, struggle with Sabbath sem á erfiðleikum með and you hvíldardaginn don't know how you're going to make it, og þú veist ekki hvernig þú munt ná endum saman, but you know en þú veist this is going to be a testing issue að þetta mun vera prófraun and you want to give it to God. og þú vilt gefa þetta í hendur Guðs. If that is you, Ef það þú, God has spoken to you. þá Guð hefur talað til þín, Sabbath issue. You want to keep the Sabbath. þú vilt halda hvíldardaginn, You want to give these struggles to Jesus. þú vilt gefa þessa erfiðleika til Jesú. Maybe there's somebody at home. Kannski einhver sem heima, Settle it with God tonight. gefðu settle it with þetta God tonight. í hendur Guðs í kvöld. Lay it before Him. Legðu þetta fram fyrir hann. He's inviting you to take a stand. Hann biður þig að taka afstöðu. Do not let that conviction go. Ekki láta þetta kall Krist fara frá þér. If that is you Ef það þú and you need a special prayer, og þú þarft sérstaka bæn, there's anyone here that has Sabbath struggle, einhver hér sem á erfiðleikum með hvíldardaginn, I want to have a special prayer with you. það langar mig til þess að biðja á sérstakan hátt You fyrir can þér. come forward and we will pray for you. Við getum komið hingað fram og við biðjum sérstaklega Any fyrir. special struggles because of Sabbath, Ef einhver í sérstakum erfiðleikum með hvíldardaginn, come and we will. komdu hér. We will We'll give pray. it to God. Við munum gefa það Guði. Let God do what He alone can do. Leifum Guð að gera það sem hann einn getur gert. We do our part, Við gerum okkar part we let Him do His part. og við leifum honum að gera sinn part. Is there anyone here who has Sabbath, who wants to keep the Sabbath, Einhver hér sem vill halda hvíldardaginn, but for some reason, en fyrir einhverjum ástæðum, beyond your control, einhver sem er ekki undir þinni eigin stjórn, the enemy is hindering you? þá óvinnurinn að hindra þig. If you are at home watching Ef þú ert heima að horfa and you want to give it to God, og þú vilt gefa það Guði, you can kneel where you are þá getur þú kropið þar sem þú ert and we will pray for you. og við munum biðja fyrir þér. Let's pray. Við skulum biðja. Mighty God and everlasting Father, Almáttugur Guður og eilífið Faðir, Father, thank you again við þökkum þér aftur that your word is clear. að orð þitt skýrt. Thank you that you've spoken to not only your children's heart here, but also my heart. Þakka þér fyrir að þú hefur ekki bara talað til hjarta barna þinna, heldur einnig til míns hjarta. Thank you for calling us to stand for you, Við þökkum þér fyrir það að þú kallar okkur til að standa með to þér, settle that within our own hearts and minds. að við megum setja það á fast í hjörtum okkar og hugum, And thank you that we have nothing to fear for the future og við þökkum þér að við höfum ekki til að óttast í because framtíðinni, we have seen how you have led us in the past. því við getum séð hvernig þú hefur leitt okkur í fortíðinni. Father, you know your people that have struggled with Sabbath, Kæri Faðir, þú þekkir fólk þitt sem They á want to keep erfiðleikum the með Sabbath. hvíldardaginn, sem vill halda but hvíldardaginn, somehow because of cares of life, en einhvern veginn vegna áhyggjum lífsins, we ask that you will give them courage, þá biðjum við þig að gefa þeim hugrekki, give them the power that they do not possess, gefðu þeim þann kraft sem að þau eiga ekki til, to fully surrender that to you, að gefa þetta á fullu þér, to step out in faith,
að taka skrefið í trú, to live for Jesus. að lifa fyrir Jesú. That not our will, but your will be done. Að það sé ekki vilji okkar heldur þinn vilji sem gerður. Bring these children of yours back home safely. Komdu aftur með börn þín örugglega And again, bring them back here tomorrow og komdu með þau aftur hingað í kvöld. with a Annað friend, kvöld. a Með neighbor, or vin a colleague eða nágrana, who can hear your word. eða fjölskyldu sem getur Thank you for heyrt hearing orð. our prayers. Takk fyrir að heyra bænir okkar. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. Thank you. Thank you so much. Þá þakka ég ykkur kærlega fyrir í kvöld og fyrirlestarröðin heldur áfram á annað kvöld klukkan 7 og já, ég held að við fáum líka að heyra, ég held að segja, am I right? Guy will give his testimony tomorrow, right? Night. Yes, I was asking. Am I... Okay. Allavega, við munum fá að heyra vitnisburð frá einum sem er í skólanum hér. Ég held að sé annað kvöld, en annars þá er það föstudagskvöldið. En hvet ykkur bara til að missa ekki af því annað kvöld og svo höldum við áfram á föstudagskvöldið og það verður síðasti fyrirlesturinn. Þannig að megi Guð blessa ykkur.